Bókin 10 skilaboð að skapa öryggi úr óvissu komin í sölu í öllum helstu verslunum og á beggiólas.com. Ég trúi innilega að þú verður líklegri til að yfirstíga þínar áskoranir og fara snar þínum markmiðum með því að lesa bókina. Ég vona að lesturinn verði þess virði. Takk kærlega fyrir stuðningin. Gangi ykkur vel. 24/7 spurningaspilið sem stuðlar að innihaldsríkum samræðum komið í sölu á beggiólas.com. Spilið fyrir alla sem vilja kynna sjálfum sér og öðrum einslíkum í sínu lífi betur. Spilið frábært fyrir sambönd, vinahópinn, fjölskylduna, starfshópinn við alls konar tilefni. Ég hef spilað 24/7 með fjölbreyttum hópum undir fjölbreyttum aðstæðum og það vekur alltaf jafn mikla lukku. Ég hvet alla til að fara inn á beggiólas.com og næla sér í inntak. Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt á mörgum til að gera beðið betri stað. Jæja, Brynjar Benediktsson, meðeigandi og stofnandi Soccer Education USA, Icelandic Soccer Travel og íslenskir fjörfestar og síðan náttúrulega má ekki gleyma mikilvægast að þú ert náttúrulega þú ert svíliminn, svona en tæknilega séð eru ekki svílar ennþá, en þú ert samt alltaf svíliminn. Já, ég var bara áðan í geminu, í svílatreyju. Ég meina, við munum alltaf vera svílar. Það ekkert að vera breytast, sko. Nei, það FOT, það var samt vonbreið þú fórst í hana fyrst, var það ekki? Já, ég var þá, hvað var það, F og IBVF, bikarúrslitaleikur. Já. Fekk þessa treyju í gjöf frá þér sem svona, kannski... Smá svona ekotengt, sko. Og geði ykkur dagur, hann ég gæti bara verið í treyjun, skilur. Þú veist, tók mynd af mér, skilur, ég var 100% viss að kvöldi væri við að fara að fagna saman. En þið gátu ekki neitt. Nei, við vorum frekar lélegir, sko. Þannig að ég sett hann inn í skáp, breiður, fann hann daginn aftur. Hún bara svo ný, skilur. Þú ert reglulega í henni? Já, ég er reglulega í henni, sko. Ég bíl ekki alltaf Snap, þú ert í henni eða einhverja mynd, sko. En síðan alltaf kannski ekki þú að gaman að vera F-fótur í dag, sko, en það er svo sem önnur umræða. Það er önnur umræða. Gaman að fá því, sko. Af því að, sko, já, við máttum mörg spjöll í tíðina og farið í gegnum, mörg ár saman og átt góða tíma og, já, bara mjög góða tíma. Alltaf mjög góða tíma. Já, alltaf mjög góða tíma, sko. Þannig að mér langar sem til að byrja þeim að botna þetta fyrirtækjarekstur er. Já, það stórt spurt. Já. Sko, ég meina, basicinn myndi segja, þetta er eins og pabbi minn sagði alltaf, sko. Fyrirtækjarekstur verður að vera þannig að tekjur verður að vera herrin gjöld. Já. Annars gengur fyrirtækjarekstur ekki upp, sko. Og ég man, þú veist, ef maður byrja Soccer Education, sko, og ég er ógeðslega heppinn að vera með magna fólk í kringum mig sem hefur hjálpað okkur, mér og Jónu, að byggja þetta upp, sko. Og þá sérstaklega pabbi sem er þekkt, bara veit mikið rekstur og Bjarki bróður minn sem ef ég segja hans í séni bara, lúmst, að þú veist, þá spurðum við, voru eitthvað svona teiknu upp, þú veist, við vorum með þessa hugmynd, skilur við, fyrirtækjarekstur byrjar allt fyrir því að þessi ykkur hugmynd sem var þá að hjálpa krökkum úr út í skóla til Bandaríkjanna og þá voru eitthvað gera markmið og svona og þá var náttúrulega, svo eitt af markmiðum kannski, sagði mér, já, þetta var náttúrulega að skilja ykkur tekjum og þá sagði hann, fyrirtækjarekstur er bara þannig að þú fer ekkert í það nema tekjusherrin gjöld, sko. En þannig að ég myndi segja að reksturinn snýst það, sko. Þú veist, síðan náttúrulega með allt annað vision, hvað það var að gera, skilur, og fyrir mér skiptir svo miklu máli, sko, að þessi fyrirtækjarekstur sem verður úti í, að það sé að gefa þér eitthvað, fattar þú? Þú veist, og við erum bara heppin að vera með fyrirtækjarekstur sem að gera það verkum að við erum að taka mútið ungu fólki sem að kemur kannski mjög snemma, þú veist, við erum kannski taka mútið krökkur sem eru 16, 17, 18 ára, þú veist, og vilja prófa eitthvað nýtt og það er svo gefandi að þau sé að, þú veist, við sem heppin að geta bara með fyrirtæki í kringu það, að geta hjálpað þeim að þroskast, sko. Þannig ég held að það sé líka málið, sko, að þú vilt svolítið, að það hjálpa klálega að vera með fyrirtæki sem að er gefandi, sko. Þannig að við erum, já, en ég myndi segja, ef við tala bara fyrirtækjarekstur, því að rekstur, þú veist, þá þurfum bara aðalmáli að tekjur þessu herrin gjöld, sko. Og kannski, já, það er kannski líka þessi tilgangur sem fylgir því að vera aðstoða unga krakka við að fara út og þar munið þroskast og upplifa einhvern draum og mennta sig og allt fram undir götunum sem hefur kannski bara afmarkandi áhrif á líf þeirra. Já, mér finnst það svolítið kannski, og við erum alltaf byrjuðum 2015 og þú veist, og þá kannski, þú veist, fóru einhver x-fjöldi út og síðan alltaf aukist klára fjöldin og þau eru alltaf í 4 ár og útskrifast og það er útstæð gaman að sjá, þú veist, bara Edvard sem var út í San Francisco að vera inn í Apple, skilur við, en síðan er bara geggjað gaman að vera labba niður í bæ og hitta einhvern og hann er bara, takk fyrir bara, þú veist, ég fór út og þroskaðist og allt svoleiðis, en ég sá það kannski mest með litla bróður minn, sko, þú veist, hann Garðar Benediktsson, hann er yngsta barn og
ég segi ég elstur sko, hann alltaf degur á með pappa sko. Ég fekk náttúrulega langharrast uppeldi sko, sem samt ekki rétt örugglega sko. En ég myndi segja að sjá hann skilur fara í gegnum þetta. Þú veist, maður ekki jafn nálægt þeim sem er að fara út sko. Þú veist, bara fara út, þroskast, þú veist, þetta erfitt, þú veist, og síðan bara kemur heim bara miklu þroskaðri gaur sko. Veist, og það svona var ógeðslega gaman líka að sjá, þú veist, hann sjá hvað þetta í rauninni hefur mikið áhrif á þessa krakka sko. Algjörlega, þú náttúrulega fórst sjálfur út á sín tíma og hvernig, af því að þú varst að vinna í Íslandsbanka og síðan byrjar einhvern veginn að, hvernig kemur þessi hugmynd fram og hvernig þróast allt saman, því að þú ferð ekkert bara all-in, þú byrjar að móta Soccer Education USA svona hægt og bítandi meðfram vinnunni. Já, jú, sko, ég náttúrulega var heppinn að vera í Clemson sem er svona risastór skóli. Þú veist, það er bara svona uník saga hvernig ég fór nú, þú veist, Jóna, konu mín var í kring landslið, þú veist, og hún var náttúrulega, þannig sem með tölur þær prófanir ég í fótbolta, þú veist, og hérna þá var þetta glemt að kynna minn sem tvöfaldur Íslandsmeistara. Já, gott að leifa því að koma inn núna. Það var tvöfaldur Íslandsmeistari. 2008 og 2009, aldrei glemma því. Og með FH og hérna, og maður var á svo gullalda árum, sko. Nei, og þá, þú veist, Siggi Raggi landsþjálfari og hann náttúrulega var úti í og þekkti þetta og hann svona var að hvetja stelpunar að taka þessa leið, þú veist. Og ég einhvern veginn fylgi með Jónu svona og þú veist, bara eins og hvað heimurinn er ógeðslega lítill að, þú veist, Jóna setti sambandi við þjálfara Clemson til að byrja með og síðan sendi ég post á þjálfaran og þú veist, þegar ég var ungur þá var ég nokkuð efnilegur og fór á reynslu í Everton og var í yngri landsliðum og allt svolítið, þannig að það hjálpaði mig klárlega, þú veist, en þá var besti vinur, eða mjög góð vinur þjálfara Clemson var þá yfirmaður akademíunnar í Everton, bara engar líkur. Þannig að þá var hann, já, heyrðu, ok, hann séð CV-inu Everton, tjekka á þessum gaur eitthvað og fengi gott feedback eitthvað. Og þannig fer ég út, sko. En hann bara, ef að segja, hann sé bara svona einn af stæðstu þjálfurunum í Bandaríkjunum, skilju. Bara svona, hann náttúrulega, í dag eru Clemson National Champions. Þeir voru góðir þegar ég var, en samt svona bara fínir, núna eru bestir í Bandaríkjunum. Og hann búinn að byggja þetta lið upp. Og hann kom til Íslands og var svona, þetta var svona kringum það þegar Ísland var að fara byrja að sína árangur í fótbolta kalla megin. Kvennamegin voru alltaf góða, skilur, en það var svona, hvað, 2014 þegar við keppum mútið Króatíu, ekki, umspilið, að komast töpum fyrir að fara á HM. Já. Og þannig að Ísland var alveg ekki athygli í heiminum aðeins. Og ég heldur rosalega góð sambandi við þjálfarann, skilur, og og hann þá, sko, var þá að koma til Íslands að rekrúta, minnum við hann Andra Adolfs, sem er í val í dag, búin að vera mikið veitur. Og hann kemur til Íslands og ég fer að sína honum liðinn, þú veist, við fórum að skoða akademíunar og eins og þetta kallaði akademíu, yngri okkar FH og Breiðablik svo fullt. Og hann var bara, wow, hvað er margir í fótbolta og hvað er margir sem eru kannski margir góðir fótboltamenn. Við erum kannski ekki að fara að senda margir í ensku úrslitina, en komum svo óvart hvað eru fáir í að fara í college frá Íslandi. Og ég fór svona að kanna þetta bara, þú veist, og þá voru bara allir að fara til Alabama. Bara, þú veist, hvað þekkir maður marga bara. Já, ógeðslega marga. Það er bara eins og, þú veist, það er bara, og eðlilega, því að það vissi ekki, menn voru með hugmynd, þú veist, þekkti eitthvað sem var úti og hann var í Alabama og þá veist það er að fara bara hangað og vissir ekkert, þú veist, hvað það er að gera. Og stelpumegin voru klárlega búin að senda marga stelpur, þú veist, meina Guðrún Sóley var national champion með Notre Dame, sko. Þú veist, síðan var náttúrulega Dagný og Berglind og voru í Florida State. Þannig að stelpumegin var þetta allt öðru sér. Þá var svolítið, þessi high profile stelpur voru að fara út. Kallamegin var ekki svoleiðis. Það var svolítið fordómar bara, bara, þú veist, veitu, ok, Siggi félagi minn sem er miklu lélegri en ég, sko, hann fór í skóla til Bandaríkjanna, þá bara eins og það sé bara ein deild, sko. Þannig að okkur varst það, kannski okkur langar, þú veist, að educata fólk það að hvernig það væri. Og það byrjaði þannig, sko, að ég ætlaði að fara, það er stórt fyrirtæki í Skandinavíu sem heitir College Scholarship USA og Mike sem þjálfari Clemson hafði svolítið unnið með þeim. Hann sem bjó í Svíþjóð, þú var í Malmö og hún fannst alltaf áhvert að vera með Skandinavíu búið, skilju, fílaði hugafarið og hvernig þeir eru, sko. Og ég er bara að vinna í Íslandsbanka þeim tíma, þú veist, og bara gengur vel og allt svoleiðis en er svona nokkuð ávirkur, sko, þú veist, og þarf að hafa eitthvað að gera og hefur alltaf, rekstur er alltaf verið svona, mér er alltaf langað að gera eitthvað svona, skilju, og prófa að gera eitthvað nýtt og svona, og þannig að þá kemur Mike mér í samband við College Scholarship USA, eigenduna, og við fyrir bara fyrir spjall, skilju, og bara, þú veist, og þeir eitthvað svona, já, heyrðu, þú er ekkert eitthvað að nenna þessu, sko, þú veist, fannst mér, þú veist, þeir voru svona, út af Mike er bara stór þjálfari í Clemson og þeir bara, höldum þessu hverju góðum, skilur, þú veist, og þeir eitthvað, já, við getum alveg, þú veist, farið bara í samstarf og þú bara kemur kunninn til okkar og þú fær 10% kött, eitthvað svona.
ég svona, vá, það einhvern veginn ekki fara að gera sig sko. en þá fekk ég náttúrulega gögnum frá þeim og byrjaði svona bara að fara djúpt í þetta og við byrjum bara að gera þetta sko, þú veist. Og ég man alltaf sko að ég átti samræði við pappa og Bjarka og Jónu og vorum ekki að byrja bara og síðan bara, þú veist, byrja bara 5 skólum og sjá hann gerist, skilur. Og meina, þegar við byrjum þá náttúrulega var það henni bara að ég var í Íslandsbanka og Jóna var að stjórna 66 á Norðurbúðin í Bankastræti og við fórum bara heim til okkar, skilur, að fund. Og það var þá 95 módel, ég er 90, þannig að þetta var bara félagi mín, sko. Og þetta var enda fínt, því að þú alltaf taka til á hann fólk kemur heim, sko. Og þetta er svona að finna sögur, sko, þá var Jón vinni 66 og fóstur 66 Helgi, þú veist, komið strákið sinn, skilur. Og ég man alltaf Jóna að vera tauginni, sko, fá hann eitthvað heim, eitthvað fóstur eitthvað til heim til, skilur. Þannig að þannig byrjaði og mér það svolítið bara geggjað, við tókum bara skref fyrir skref, skilur. Og síðan bara var þetta þannig að við vorum ég var í Íslandsbanka, með þess að segja upp þar sko, og fyrir að vinna á Lykli og gengum mjög vel í Jónu og bara maður bara svona, gengur vel í þessum geira sko. Og síðan þetta bara þannig að við ákveðum bara eitthvað daginn bara, hvað bara keirum bara á því, skilur. Menn við enga tapa og fórum svolítið bara all in í það sko. Og já, þá eftir það bara, það var 2017, við vorum í 2 ár svona, þú veist, að nýttum bara fríin í vinnunni að fara út að heimsækja skóla og þannig byggðum við svolítið upp sko. Við fórum svolítið all in sko. Fórum bara út í 5 vikur, heimsóttum 40 skóla, byggjum brandið, því að við þurftum svolítið að auglýsa þetta college dæmi fyrir Íslendingum. Það vissi enginn um þetta, það vissi enginn um aðstöðuna. Það hafði enginn séð svona áður sko. Og þá fengum við ákveðið bara svona networking að hitta þjálfarna og þeim var svolítið geggja að við vorum að koma alltaf frá Íslandi bara að taka í hendina og bara góðan daginn, en við ætlum að hjálpa Íslendingum að vera til skóla, við viljum bara hitta ykkur sko. Þannig að þetta var svona, skilja á, þetta gerði svolítið svona, við vorum ekki að drífa okkur í byrjun, klálega, þú veist, það er svona, þú veist, maður er ekki átt fælinn langt frá því sko, en þú veist, eitthvað svona þýskur ægimanni sko, eftir maður bjóð Þýskalandi sko, en síðan kom bara því bara, þú veist, bara, við verðum bara að keyra þetta all in sko. Já, það er ekki einhver tímapunktur sem kemur, þú veist, þú ert að jugglingur og vilt fara að setja ykkur meira orku í eitthvað, það er einhver tímapunktur sem getur verið bara eins og því voruð í 2 ár, en síðan einhverjum tímapunktur þarf maður bara að fara all in eða ekki. Já, algjörlega, menn ekki glemma því, við vorum bæði fótbolta líka, sko. Já. Þú veist, og þú veist, og það var svona, þú veist, mér sérstaklega mikil meiðsli og svona, og það var ástæðan fyrir okkur að hætti því líka, skilur, og saman í Jónu, þú veist, bara vinna fótbolti og standi þessu, þú veist, og þú tekir það sjálfur, skilur, þú veist, það kemur bara í tímapunkt og þú hefur bara ákveðna orku og hvað það gerir þessu orku. Það er ekki, þú veist, að fara að vinna 24 klukkutíma á dag, sko, það er ekki hægt. Þannig að þú verður svona að balansa það sem þú vilt gera og það var þannig tímapunkt bara, jú, við ætlum bara all in í þetta, þú veist, og sjáum getur því í dag, sko. Nei, og velið þína fórnir. Já, svolítið þannig, sko. En það sem þið hafa gert náttúrulega, já, bara mjög vel náttúrulega með Soccer Education, það er náttúrulega bara að auka vitandi þetta og virðið í þessu og svolítið svona að breyta þessu narratífi allan sérstaklega að stráka mig varðandi fordóma, skilju. Af því að þú veist, ég var svo sem örugglega sá gaur, sko, sem hafði ákveðna fordóma fyrir þessu og stemdi ég bara langt í, ég stemdi í atvinnumennsku í gegnum aðra leiðir heldur en ég veit að þetta verið atvinnumennsku gegnum Bandaríkjunum. En ég óskaði samt ofta, þú veist, þið hefur verið komin lengra í þessu þegar ég var kannski á þeim aldri, af því ég sé svo mikið virði í þessu fyrir bara alla einstaklinga að fara hana, mennta sig í leiðinni, þroskast og upplifa heiminn og líka að þú ert ekki að loka á einhverja atvinnumennsku, af því að þú sér sem með Þorleif núna sem er að spila í MLS, þannig að þetta er ekkert sem er lokar á það og æfandi svona professional aðstæði, þannig að það sem ég hef gert rosalega mikið er að ná einhvern veginn að sko koma því á kortið hversu mikið virði er í þessu, þannig að fólk getur séð að þetta sé heillandi kostur í staðin fyrir að vera með einhverja fordóma fyrir því, sko. Ja, algjörlega, þú veist, ég held að við gerum það mjög vel, sko, og við, þú veist, við þurfum alveg að lenda, þú veist, sko, það er náttúrulega einn maður sem að heldur séð svolítið ástæður því að við erum ekki bara frá day one bara hvað er í gangi, sko, og það er Jón Rúnar Halldórsson. Það er kóngurinn. Það er kóngurinn. Og hann hefur náttúrulega komið inn í podcasti og hann er náttúrulega rosalega svona hvað maður segja bara spokesperson fótbolta í Íslandi og það er þannig þegar við byrjum að þá er svona, kemur svona bara hver í gangi, sérstaklega þegar Heiðar Ægis fer út í skóla þá kemur svona eins og við sem að taka leikmenn af liðum en við erum basically bara, það er leikmenn sem ákveður að vilja fara þessi leið og við erum bara að hjálpa hann að fara á hæsta mögulega leveli í fótbolta og námi, skilur og það er bara svona fuss út af þessu, skilur og ég, það sem menn vissi ekki að ég er mjög vel tengdur í FH og það var svona framkvæmdastjórafundir og það var sem var bara að vera að drulla yfir okkur bara, og ég bara, það sem ég fyndi, skilur eins og við varum eitthvað að bara taka leikmennina frá þeim og það er bara þannig að við, Jón Ragnar Jónsson
Hannar Lord, sonur Jónurnas, hann fór alltaf í Boston University og þannig að Jón þekkti þetta, vissi hvernig það var og hvað þetta mikið tækifæri og hvað þetta gerir mikið og þetta er að við erum að taka upp auglýsingu fyrir Pétur Viðars sem var líka skóla úti og Jónurnas í Krikan og það fer ykkur á til Jónurnas, bara hvað er að lefa þessu fólki að koma í Krikan, taka þetta upp og vissi ekki að við erum fjölskyldu vinir sko, hafa ekki hugmynd það sko, þú veist, bara drull og Jónurnas bara slæri borðið og segir bara, heyrðu 99,9% leikmennum verði ekki Eiður Smári eða Gylfi, þannig að við skulum ekki koma í veg fyrir að þessi leikmenn fá að fara út og mennta sig og hann svolítið breytti, vil ég meina, skilurðu hugafæri fólks, ef hann er með þessu, þú veist, síðan Edvard sem svona hans, Börkur í Val þess að svona hans, hann fór líka út þeir eru rosa stórir í fótbolta og þeir eru bara vissu hvað það er gott tækifæri og þá var svo erfitt einhvern veginn, ef Jónurnar hefði verið á móti okkur, þá væri við ekki að tala um þetta í dag sko, nei, þá væri, þú veist þannig að hann, við erum rosa þakklátt honum, skilur og hann hjálpaði okkur að kannski íta undir þetta sé gott tækifæri því ég segi alltaf sko, ef að þú vilt ekki vera út í háskóla til Bandaríkjanna, allt í góðu ef þú vilt það, en træddu við að þjálfariðinn, stjórnarmaðurinn, eitthvað sé að segja að gera það ekki út af því að þú getur ekki verið atvinnumaður, þetta er ekki gott fyrir fótboltafyrirliðin, það er ekki gott við þurfum að upplýsa eða þú verður ekki valin í landslið, hvernig það kalla þessar mýtur í rauninni þurfa að fara þannig að ég hef sagt, ef þú vilt fara út og þú ert alveg þetta stoppa þig, það er mjög slæmt því að það er ekki rétt þú veist, það eru gaurar í ensku úrstöldinni sem hafa verið í college skilur, er það ekki hæsta levelið? Jú, þannig að ef þú ert svona ógeðslega góður þá getur þú alveg farið sömu leið á Jack Harrison og þetta var ég búin að segja í mörg ár þú veist, en fólk var bara að byrja þegið skilur, hvað, bara helt bara ég var að bulla og Þorleifur er klálega að breyta þessu skilur, hann er bara gaur sem er bara ógeðslega bara hardworking gaur sem var svona alltaf aðeins fyrir aftan leikmenni í Breiðablik kannski, eins og gerist þetta í fótbolta, þú ert kannski þjálfarinn finnst þessi ykkur aðeins betur og þú ert bara á bekknum, skilur. Þú nærði ekki að sína þig og hann fer hann út og bara brillir og er bara í dag bara búin að skora 4 mörk í deildinni og byrjar alltaf leiki MLS sem er bara mjög sterk deild og stelpum minn hefur alltaf verið no-brainer, skilur. Kvenna minn eru Bandaríkin besta landslið heimi, skilur. Þannig að en klálega kalla minn hefur verið svolítið og við hefum kannski verið bara svolítið aldrei hægt að við erum alltaf bara, við komum fram og við segjum bara við viljum vinna með ykkur, við viljum tala við ykkur, kynna ykkur þetta ég hef farið upp í KSI, haldið fyrirlestur Arnþór Viðars, þegar hann kom þá hitti hann og hún var frábær hugmynd og við kynntum þetta, það voru svona mýtur hér og þar bara svona, eftir áramóti bara eftir 2 viku, bara eitthvað svona algjört bull, og þá þarfstu að upplýsa þessa krakka að það er ekki þannig svo þau taki ykkur ákvörðun og einhver þjálfari segir við að þetta sé ekki nógu gott sem þjálfarinn rekinn daginn eftir og framtíð þín bara er bara, já ég hlustaði bara þjálfara minn á Íslandi og sér bara eftir þú 30 ára bara, wow maður, okkur gerði þetta ekki Já, þetta er líka svo sko því maður hefur heilt bara út um sér einhver sögu með þjálfara og svona í tengslu við þetta og mér finnst það svo skammtíma hugsun því að þú bara hugsaður ég vil nota hann leikmann því að hann er hugsanlega góður fyrir liðið mitt og ég veit ekki svona hvort ég er nota hann eða frá byrjunarliðinu í staðinn fyrir, ég skilði út að fara í stór tækifæri þú kemur og spila samt megnið að sömurinn með okkur sko mér finnst svo ósangjant gagvart þjálfarinn sem getur hann bara verið eins og þú segir rekinn á morgun sko og haft svo mikil áhrif á hvort að leikmaður fari út skilur mjög mikið á hans framtíð skilur en þetta breyst rosa mikið undan og ég er bara hrós á flest þjálfara sem eru frábærir í þessu og ég held að með því að vera með ég hef oft fengið þjálfara sem hringið mig og spyrum út í þetta skilur og auðvitað er pirrandi fyrir þjálfarinn að missa leikmanninn í ágúst ég skil það skilur það skilja það allir en þá spyr ég þjálfarinn hvað myndir gera þetta á sonið þinn eða dóttir þá fær maður yfirleitt skilur því að staðreyndin er sú að til þess að vera atvinnumaður á hæstæðasta leveli þá eru flestir leikmenn farin út 16 ára skilur það er þessi Kristján Hlinsson og þessi gaurar skilur þetta er hægt að fara út seinna og en ekki vera og eins og við nefndum á þetta er ekki að stoppa atvinnumdraumaninn skilur það er bara worst case scenario og þú færði út eitthvað gegn skóla kemur heim 3,5-4 ára setna með gráðu og heldur áfram að spila í Íslandi skilur það er worst case scenario best case scenario ef þú vilt vera atvinnumaður er þú takir dollarleiðin skilur eða Dagný eða eitthvað svoleiðis en það hefur breyst og það eru klúbbar sem og það er bara sérstaklega hrósum Breiðablik skilur þeir eru mjög góður í þessu þeir eru bara að halda utan leikmennina sín sem hafa farið út þeir eru stoltir af leikmenninu sínum og ég aldrei skila okkur það er ekki þannig skilur að þú ert að ala upp leikmenn eitt getur verið ensku úrslitadeildina en síðan getur verið með leikmenn sem fara í Duke eða Harvard og allt svoleiðis og þeir bara skilja tækifærið og stæðmingar sem Áslumundu það sem er
Breiðablik bara, þú veist, auðvitað, meina, hún er besti leikmannina, skilur, og þeir missa henni, þeir bara skilja tækifærið og þeir eru bara með sögu sem að leikmenn, og eins og þeir orðuðu mig oft, þú veist, það fer leikmann út í ágúst, í skóla, þá kemur kannski, þú veist, unginn í staðinn og spila restan í tímabilinu, hún þroskast og verður betri leikmaður. Þannig að, og þetta er bara svona karakter, hvernig manneski þú ert, skilur, viltu hjálpa einstaklingum eða ertu bara upp með raskat og sjálfur? Já. Þannig að en það er flest liðir og eru mjög góð í þessu og því að fólk skilur tækifærið. Það er svo þannig. Af hverju heldur að þið hafið náð að gera Soccer Education USA að bara batteríi sem virkar og gott betur en það? Ég held sko fyrst og fremst að ég og Jóna það hjálpar alveg við vorum á þeim tíma kærastupar, skilurðu, og erum í dag gift, þannig að við svona við erum bara, hvað sem maður, bara saman í þessu og ég held að það að geta verið all in saman, skilurðu, að geta farið all in út í 6 vikur ef ég hef gert það með þér, skilurðu, tókum þetta mig og ég hef satt við Jónu sem að væri þá að vinna í 6 ég ætla út með Beggi í 6 vikur fara heimsækja einhver fullt af skólum við gætum uppræta saman, við litum á þetta sem í rauninni svona, hvað við segja bara sem frí, skilur Business and pleasure, þú veist það, þú séð nokkra myndir hana, þú veist það er nákvæmlega orðið, skilur þannig að ég held að það sé eitt, skilur við vorum ung, þú veist ég myndi segja að það sem ég spái mjög mikið í, af hverju við árangur, ég held að það sem að gaf mér að vera í F-fóllumis í fótbolta ég myndi segja FO kalla mér í fótbolta á þessum árum og Breiðablik kvenna er svona svipað dæmi þú veist, ég elst upp í FO og það sem að það er bara sigur, skilur ég er heppinn, ég kem snemminn í meistaraflokk 16 ára þú veist, minna liðið 2006 í FO það er bara, þú veist, bara heilsaðar á þeim gaurum, sko, Tryggva Guðmunds, allir þessu gaurar og þú kemur inn og það sem ég oft spáði hvað gaf manni svona í fótbolta, skilur og það er bara sigur það er ekkert annað en að vinna og það er alveg svipað í þessu, skilur, þú varst bara svona fókuseraður þetta er bara að ganga upp, skilur það kom aldrei eitthvað hvað ef að, þú veist, fólk vill ekki fara út meina basically komu leikmenn til okkar, við sögðum við ætlum að koma ykkur út, við vissum ekki hvað við að gera þannig séð, sko, skilur þú veist, jú, við höfum upplifað þetta, við þekktum þetta, við vorum með góð sambönd þjálfarinn í Clemson, hann er key hjá okkur að senda út á þjálfarna því við getum treyst þessum einstaklingum hann laði okkur línuna hvernig við gerum þetta, skilur og ég held að, bara svona hvað maður segja, bara svona hefðin að ná árangri bara út af við vorum í FH og Breiðablik til dæmis, held ég að við móta okkur rosa mikið og síðan bara síðan held ég að við höfum verið saman í þessu, við erum rosalega við erum ekki mjög lík þegar kemur að vinnu, skilur þú veist, ég er smá svona bara go, skilur bara eiginlega ekki hrættur eitthvað og Jóna svona, hún er alls ekki out of file en hún svona á frábærum punkti segja að Brynjar, þetta er ekki aðeins sko þetta, skilur og síðan erum við með teim í kringum okkur, skilur sem að við reglulega erum með stjórnafundi og það sem pabbi og bróður minn hafa verið svona halda svona strúktur í kringum þetta, þú veist, við erum með stefnufundi oft, þú veist, því að oft ef þú með lítinn rekstur þá ertu bara, þú lítur aldrei upp, skilur þú getur alltaf verið að gera eitthvað og þannig að þú hugsa bara, okkur á ég að fara eitthvað núna að setjast niður hérna dag og fara að strúktúra næstu 2 árin eða næsta árið, eða skilur og það sem að þeir gá okkur, þú veist og sérstaklega, þú veist, það sem að pabbi alltaf reyndu maður eldri og við móttum rifist hluti, skilur, og það ég er ósamálunum og það ég er yngri og vitlausari, skilur en síðan náðu okkur milliveg, þú veist og síðan Bjarki bróðir minn svona var í KPMG stjórnundaráðgjafi og þeir eru svona setja svolítið strúktúr á okkur sem við unnum eftir þannig ég held að það vil ekki hjálpa okkur að, þú veist, líta upp stundum og hugsa fram í tíminn, ekki bara næsta dag, sko þú veist, og síðan bara, veit ekki, síðan bara skiptir máli að gera þetta vel þú veist, og vera bara einlægur í því sem þetta gera, skilur þú veist, ég held að það var aldrei eitthvað hroki, þú veist, við bara vorum að hjálpa okkur með einum, þú veist við vorum að skipta okkur ekkert máli hvort þú sért hérna besti leikmanninn í bestildinni eða hvort þú sért flottur annarsleikmann, skilur þú með þetta er jafn mikil snild, skilur fyrir báða aðilana, sko þú veist, ég að bara fara út og þannig að, já, þú veist, þetta er góð spurning, sko ég held svona smá að bara svolítið þessi mótun, og ég oft spáði, sko þessi mótun að hafa verið í hópíþrótt og verið í umhverfi eins og FH, það sem er bara, þú veist, maður fór bara æfingar, skilur og pæli, maður var 2009 18-19 og maður ræði daginn sá okkur mynd hjá Matta Vill með liðinu, sko og maður bara, af hverju var ekki liðinu það var ástæða fyrir því, sko og ég held að það er móta mann svolítið bara svona þetta er bara svona sigur hugafar, sko og við erum ekkert búin að sigra núna neitt, skilur en ég bara segja að þú tegur hvert barda og eftir að vinna, þú gefst aldrei upp, skilur ég held að það sé svona það er alltaf sem
sko íþrótti gefa mann og sérstaklega að vera í þá íþróttaliði sem eins og þú og Jóna var í Sigursveit bara í besta liða á landinu í Breiðablik og þú varst í besta liða á landinu í FH. Það myndist bara einhver kultúr sem bara þú ert bara að fara að vinna eins og þú sagðir skilur, þú ert bara, og það mun vera erfitt en þú mun alltaf halda áfram og allt þetta og það að hjálpa ykkur í bara lífinu og fyrirtæki rekstri. Já, ég held að hjálpa manni mjög mikið sko. Sen eru náttúrulega líka að þið eruð gáfuð og þið eru sniðug og þið eru dugleg og þið eru með gott viðhorf og generally bara góða manneskjur, þannig að þú veist. Já, ég held að einmitt og dugnaður líka skilur, ég held að þú veist, basically þú veist, gerðu bara hlutina og þú veist, ef þú ert bara duglegur þá þú veist, þarf ekki að vera eitthvað snillingur skilur, það er bara ekki þannig sko. Þú þarf ekki að vera, þú veist, alls ekki eitthvað snillingur sko. Þú veist, og þú varst líka svolítið að vera auðmjúkur í því að þú veist ekki allt sko. Þú veist, ég hversu oft hringdi í Mike og spurði út í eitthvað skilur, nú er ég bara með svona networka, þú veist, ég er rosa góð að fá ráð, þú veist, ég veit bara, þú veist, talað svona fyrirtækisrekstur, þú vilt alveg við erum búin að vera með, þú veist, magnaða starfsmenn skilur, þú veist, í byrjun þá voru ég og Jóna, síðan fengum við Bjarka Aðansson til okkar sem hjálpaði okkur að móta þetta koncept ennþá meira, síðan erum við búin að vera með, þú veist, fullt af aðilum sem hafa verið í öðrum íþróttum sem hjálpaði okkur, þú veist, að byggja upp betra og betra koncept skilur, þannig að þú verður svolítið auðmjúkur að þú vitir ekki allt sko. Og það er aðalmálið sko. Fá rétta fólki með þér og svona. Já, held að það sé rosa mikilvægt. Hvaða bók hefur átt mest áhrif á því? Hvað lærir af henni? Já, nú sko. Ég held ég viti hvað þú segja. Já, þú veist örgulega sko. Þú veist örgulega svöru öllum spurningum. Já, sennilega. En sko, nú ég er engin lestarhestur sko. Nei. Ég var nefnt sko aðeins sem hefur hjálpað mér líka mjög mikið sem hefur nú komið í podcastinu líka, Gestur Pálma skilur. Já, það er kóngurinn. Og mæli innilega með hann svona, hvað stjórnarþjálfi. Ég man það, ég sagði eins og það sko, mér líður eins og að ég lesa á það skilur. Ég er ekki að lesa nú mikið af bókum skilur. Og hann eitthvað, já en ef þú vilt ekki gera það, þú veist, bara gera það ekki skilur. Þú veist, það gengur ógeðslega. Það er ógeðslega fyndið sko, þú veist, ég var alltaf að pína mig einhvern veginn að lesa bækur skilur, en það hafa verið bækur sem hafa haft áhrif á mig. Það eru kannski svona, ef ég segja 3. Það eru okkar með Símon Sinek. Já, Start with Why, ekki? Start with Why, skilur. Hann er alveg, það er svona gauð sem að ég spáði mjög mikið í sko. Og þú veist, og hann, þú veist, hefur svolítið, já, ég hef skoðað hann mikið á YouTube og þú veist, it's not what you do, it's why you do it, skilur. Og þannig ég held að súbók hafi klálega áhrif á mig, svona why, og ég farið með gesti gegnum það rosa mikið, sko, djúpt bara, skilur, og það er bara svona sem fundum við á mitt why er svolítið að tengja, skilur, fólk, þú veist, þannig sem er basically það sem við erum að gera, við erum að tengja aðila á Íslandi við einhvern aðila út í skóla, þú veist, og ég hef rosa gaman alveg samskiptum og allt svoleiðis, þannig að síðan, sko, talað dugnað, þú veist, Shoe Dog hafi svolítið áhrif á mig líka, þannig að Nike-bókin, þú veist, það er bara það sem sá Gaur lent í, skilur. Ótrúlegt. Og hann, þú veist, hann var bara að byrja að gera eitthvað skó, skilur. Nú bara er allir í Nike. Þannig að, og það, svona þraut segjan þar sem hann bara keyrði í gegnum, skilur, lenti endalaus veggjum. Það er svona, virkilega skemmtileg bók sem ég lesið. Síðan, Erik Bertrand, skaraði fram úr, hann er svona, ég veit ekki segja, Gestur Pálma sé íslenski Erik Bertrand, svona stjórnundarþjálfari sem var í sérsveitinni og það er svolítið að tala um hugafar og náttúrulega til fullt af sjálfsbókum, en þessi er svona uník finnst mér sko. Náði mann einhvern veginn. Já, náði mann sko, þetta var ekki ómikið svona, stundum finnst mér þetta eitthvað klíruskent sko, en þessi gaur, og ég veit að síðan fór ég dýpri hann því að hann sko var síðan, Emmi Hall var sko með hann sko sem svona markþjálfari sko, þá spurði maður út í, hann er mjög flottur sko, og síðan svona fór maður aðeins að kynna sér, þú veist, þegar maður fekk teimi í vinnunum svona, að byggja upp teimi, the 5 dysfunction of a team, Patrick Lencioni, þú veist, það er svona, það er pappir sem komir inn á hann sko, hann er svona mesti Patrick Lencioni maður sem til er sko. Já, hún er góð samt fyrir teimi fyrirtæki, já. Segir þú ekki lesa einhverja bækur sem með 4 bara? Já, en þú veist, algjörlega, maður er svona, en þú veist, ég er svona ekki svona, þú veist, ég er bara, já, ég er þetta, mér langar óslega mikið að vera meira að lesa, skilur, ég er bara ekki þar og þá, ég er bara að sætta mig við það, skilur, það er svona, þú veist. Það er fyrir að pína sér að lesa eitthvað þá maður veit að maður veit að maður finnur að það er ekki gefa manni mikið. Já, stundum bara, það er bara ekki að vinna og síðan kom bötunum í svefn og þá bara fínt að setja lofalandi í ganga eitthvað, bara slökka heim. Já. Mér finnst líka bara oft, ég er að læra svo mikið frá öðru fólki og lífinu og bara þessu og stundum bara eins og núna undanfarið mánuð er ekki bara búin að lesa ekki rosalega mikið, sko. Nei, þú veist það, af hverju vera að gera það, þú veist, í einhverjum herping, skilur. Þetta er svona smá svo, þú veist, eins og, nú eigum við marga skemmtilega vini, sko, og ég heyrði svona heldur gott, sko, sem á nú við þig, sko, svona, og hollur maður, sko, er betra að, sko,
herpa í sig græna djúsnum, skilur þú veist, í staðan að vera að fá sér aðeins hollara sem að, neða aðeins óhollara sem þið líður vel með, skilur og þú veist, þessi herpingur, þú veist það er svona, þú veist, það er sem ég skil ekki alveg, sko en síðan dettum mér í bók, skilur, hérna, ég datt bara fekk í jólugjöf hérna bók tömur hann kom í podcastinu, nei, kom hann ekki hérna, Sóníkurinn, Ólafur Jóhann Ólafsson, heitir Já, ég ekki fyrir hann. Snerting heitir hún, það bara svona náði mér bara, skilur, já, það er ekki oft sem það gerist Nei, áhugavert. Engin herpingur. Engin herpingur. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi hilki sem er umhverfisvæn, kólusefnuð og passa í allan espresso vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því ég smakka sko grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott, ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gýr þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur jáfnvel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa frá Sumac, þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvað helst einu sinni að vera satt sem út öðru mál í dag? Er eitthvað sem út að aflæra? Já, það er góð spurning. Sko, örugglega að þegar þú veist, maður hélt að það fólk sem að væri fyrir svona yfirmannsmaður, að væri snilling. Já. Þú veist, það er bara svo, þú hélt að fóreldrinu væri snilling, skilur. Sér bara, þú veist, og þá bara svona, ok. Þú veist, þannig að þetta er svona meira með, þú veist, maður var, þú veist, ég var í Íslandsbanka og skilur, maður bara leita okkar lið bara sem bara einhverju guðir, skilur. Já. Og síðan fór ég að vinna fyrir framkvæmdastjórn og þannig að maður svona fara komast nær þessu, skilju, hvað maður segja, þessu fólki sem átt talað skilju, sem er bara venlegt fólk, sko. Þá fattar maður, og líka þegar maður kemur, þú veist, maður er að upplega hluti og kynnast fólki sem maður hélt að vera með allt á hreinu, sko. Það er það ekki með allt á hreinu, því það er enginn með allt á hreinu, sko. Það er svona það, já, sem myndi segja að væri svona uppgöndun, svona, þú veist, maður hélt bara þetta lið bara væri vissi allt, sko, svörum öll bara síðan það bara í sömu bræðsum og sjálfur, sko. Já, ég var sömu mannlega áskorunum við já. Það var svona svolítið uppgöndun, sko. Ég held að hljóta að koma hjá flestum þetta kemur stundum minna að þegar maður verður aðeins þroskar og eldri, sko, sér maður það er maður líka að vera fullorðinn, sko og þá, þú veist, maður veit hversu, þú veist mannlegu maður er sjálfur, sko, og maður sér ekki allt með á hreinu sjálfur, þá áttum maður sig því, bara, já hann pabbi er ekki með allt á hreinu, fólki sem er í smá stöðum og þetta er allt bara fólk, sko. Já, Garðabróður minn upplöðaði núna svona alltaf mann pappi sér ekki með alltaf reynu, sko. Það var heldur gott, sko. En þú veist, mann pappi, þeir eru snillingar, sko, þetta er ekki illa mynd. Nei, þau eru með baki í þetta. Ég er náttúrulega fjórið bróðurinn. Þú ert fjórið bróðurinn. Bjóst náttúrulega lögheimili. Já, það er þess að fá undir laun frá Hafnarbæ. En þú bjóst hann. Já, þetta er bjóðan alveg. Þú og Bjarki upp í rúminu saman. Hvaða ráð hefur þú fengið var þetta þína sérfræðikunnáttu sem að Magna vel deilaði með okkur, að ömurlegt að þú þurfa að vara okkur við því? Já. Mína sérfræðikunnáttu, já. Já, þú mátt alveg ráða hvað það er, sko. Þú veist, þú mátt alveg taka þessana boltan eða fyrirtæki eða rekstur eða... Ég myndi segja að, sko, það er svona tvennt, sko, þú veist. Það er bara svona að vera
að bara ef þú ert duglegur að gera slutnir, skilur ég myndi segja að það bara kennt manni, þú veist, og svolítið að vera drullu saman hvað öðrum finnst, sko það svolítið, þú veist, það svona klísudæmi, sko en þetta svona hengur, þetta sama, þú veist, þið langar að gera eitthvað og svona, ég nenni ekki, skilur, og bara út af þú hefur ekki orkið eða hvað sem þú ert líka að hugsa eitthvað, þetta er ekki að fara að ganga, skilur, út af þessi finnst það leiðilt, þessi finnst það leiðilt, þú veist, svolítið sem að þú ert mjög góður í, skilur, klálega, og einhverju hluti hefur kennt manni líka, þú veist, að bara keyra á hlutina, í rauninni. Því að þú veist, það er í rauninni ekkert og flókið í raun og veru, og ég hugsa átt, sko, þegar maður er eitthvað svona að fara að gera eitthvað, það fullt af fólk að gera þetta, sko, af hverju átt að vera svona erfitt ef einhver annar getur gert það, þá getur þú gert það þannig að svolítið bara vera, já, svona, og síðan líka bara að hérna, þú veist, ekki með sölumálum og svona, þú veist, ertu bara svolítið hress og kátur, sko, skilur þú veist, bara og hlusta á fólkið og reynda bara að vera svona frekar mannlegur í rauninni, sko þú veist, ég meina það er ótrúlegt þegar maður er kannski fer inn á eitthvað stað, þú veist, bara seinast daginn, sko, að fara á stað af félagarnir og þú kemur ykkur inn og er í þjónustarfi og bara hata lífið, skilur bara og maður er svona bara, hvað, þú veist, af hverju ertu í þannig, skilur þú veist, þú er ég held að þú er átt að því að þú veist, ég held að bara það sem er mikilvægast í þessu, bara verður bara svona hress og kátur, sko, stundum, sko og ég held að, veist, í fyrirtækjum, skilur það á svona veltu þessi af hverju þessi hér í þessari stöðu svona. Það er bara, hann er bara nær fólki með sér og er bara kátur og hress og svona, þetta snýst ekki alltaf um að vera besti sérfræðingurinn eða, þú veist, vita allt best, sko þú veist, ég held bara að vera duglegur, þú veist, og bara no joke að vera bara, held ég, ferskur náungi, sko Já, tengja við fólk og hafa bara einlegan og vera bara einlegur, held ég, sko af því að, þú veist, hvað er það að gera út með sölufundi, þú veist, út að tengjast fólki, þá treystir fólki, þú veist, hvað er það að gera í vinnunni, út að tengjast fólki, þá treystir fólki þannig að og ég held að, þú veist, og líka að, þú veist, svolítið svona líka lead by example dæmi er mjög mikilvægt, skilur þú veist, í vinnu, þú veist, ef ég var eitthvað að segja teiminu mínu að það er að gera þetta svona en ég gera ekki, skilur þú veist, ég held að, og mér veist það, þú veist, sem bara sé mikið alltaf mæta á þessum tíma en síðan er ég að mæti alltaf hálftíma sent, sko, fundi þú veist, svo maður er alveg verið þannig í fyrirtækjum þar sem að, þú veist, þú bara þá að gera eitthvað, skilur, en sá sem segir að gera þetta, gera það ekki, sko það er ótrúlegt. Maður treystir bara þeim einslingi, skilur. Nei, það er bara akkur þetta sem er að gera þetta, þú gerir þetta sjálfur. Já, og líka, þú veist, þú getur sagt helling en síðan er bara hefðunin er allt sem telur, skilur. Já, algjörlega, sko. En fólk veit það bara með eins og uppbyldi og allt svona, skilur, það bara leiðtóhefni, ef þú segir eitthvað og gera það ekki, þá er það bara mismat, sko. Já, algjörlega, sko, maður hérna, það er bara með börnin, mann, sko. Það er svona skýrasta myndin, myndi segja. Þú veist, ef þú ert bara alltaf segir mér fólki nammi en síðan er þetta heima að vera nammi, sko. Hvað heldur að barnið hugsi bara, veitu, Já. Ég man þegar, þú veist, ég var alltaf fyrirlið í fótboltanum, eins og veist, og veist, ég vissi aldrei hvað það var fyrir en bara seinna þegar ég fór að greina það, sko. Það var bara, ég setti ógeðslega háa kröfu fyrir mig og bara æði eins og múki og bara, þú veist, og síðan leyfði ég bara öðrum að koma og ég man ekki, þú veist, þegar Emil Pál sagði bara við mig þegar ég mætti hana frá Fjölni í einhverjum svona, lagari klúbbin FH besti klúbbur á landinu hana og allt í einu kom einhver gaur frá Fjölni sem var allt í einu bara að æfa helmingi meira en allir sem gerði verkum að þeir fóru allir að æfa helmingi meira, algjörlega, sko. Já, ég meina, það hefur því líka áhrif, sko. Þannig ég held að, og meina, maður hefur heyrt svona sögur, þú veist, bara með lið, skilur, að kemur einhver nýr gaur inn og hérna, einmitt, og þá bara, þú vilt bara elda hann, skilur, þú veist, þannig að ég held að, það sé þetta svolítið mikilvægt, sko. Það er mikilvægt að vera duglegur, sýna í verknaði, vera góð manneskja, kannski yfirferðast það líka að, þú veist, að vera góð leiðtogi, sko. Já, og líka bara taka hlutunum ekki á alvarlega líka, sko. Já. Skilur sem hlut, þú veist, það er sem að allt svo alvarlegt og erfitt og þú veist, þá gerist ekki neitt, sko. Það er líka bara leiðilegt. Já, einmitt, þú veist, inn í end, þú veist, hvað, þú vilt bara hafa gaman, sko, skilur. Þú veist, þetta er alltaf með struktúr og allt svo leiðis, en þetta er allt þingað og, þú veist, og allt svo erfitt og svona, ég myndi segja, já, bara, þú veist, svona sérfræðingur, þú veist, ef við bara halda upp teimi góð og svona, skilur, þú veist, þú vilt vera með, þú veist, það er rosalega mikilvægt að allir sé ánægðir, allir fá að segja sína skoðun á því, þú veist, ekki bara eitthvað jámaður, þú vilt ekki bara, þú veist, það er að versta sem gerist, sko. Þú veist, þú vilt heyra bara, þú ert ekki að gera góð hluti, þú vilt fá að vita ef þetta er ekki í lagi og svona, sko. Þannig ég held að það sé mikilvægt, sko. Algjörlega. Ég veit svarið þessu. Hver er uppáhalds tilvinninu þín og af hverju? Það er bara, if you want something to grow, pour champagne on it. Það er svolítið, já, það er svona, og síðan er önnur tilhjóðin. Þetta er tvær tilhjóðin, sko. Það er control the controllables. Ok, útskýrðu aðra hverja í senn. Já, ef að byrja, if you want something to grow, pour champagne on it.
þú veist, það bara þegar þú sem sagt nærð einhverjum sigurum, skilur hvað þessu þurrktar eru svo stórir, það finnst mér þú þurfa að fagna þeim, skilur. Veistu hvað það þýðir, þú náttúrulega fara fyrir til Bandaríkjanna, þannig að vonandi þú veitir hvað það þýðir, sko, champagne kampæn, sko. Það er bara eins og það er bara eins og við helgina, skilur, það er bara svo afmæli, skilur. Okkur heldur afmæli, okkur heldur með kveðju í partí, þannig að það er steikt að þessi gett ánægur farir, sko. Já. En það er meira að vera samgleðast þér að þú sért að fara út. Gátt ekki beðið eftir að kveða mig. Nei, þú veist, bara því að þú ert bara að í lífinu bara að gera hluti og síðan, þú veist, það er ekki alltaf að koma ykkur sigrar, en þegar þið koma, þá þarf það að halda upp á það, skilur. Þú veist, það getur verið alltaf bara eitthvað svaka partí, Jón Jónsson og verið gróskur, sko, eins og þú gerir, sko. Það er skemmt líka. Og þá líka bara, þú veist, erum við að leggja á sig, skilur. Þetta er svona smá eins og, þú veist, bara með fótboltaleik, skilur, og þú veist, þú leggur á því sem vinnur á leikinn, skilur, það er ógeðslega gaman. Hvað gerir eftir það? Menn fara ofta fara inn í klefa og það er svona einfaldasta myndin, basically, sko. Þú veist, þú vinnur leik, fer inn í klefa og tjantar og allir bara, þú veist, þú er að fagna því þar, sko. En við séum uppáhalds til þín, sko. Control the controllables. Ég vil stoppa aðeins, af því að þetta er svo góða punktur með, þú veist, eins og í klefanum, af því ef þú veist, maður saknar mikils í fótbolta og eitthvað sem yfirferðist ekki alveg á lífið, en ef það er eitthvað, þá er það að, þú veist, að geta stoppað og fagna þínum sigurum þá með því að pour champagne on it, skilur, í venjulega lífinu, af því að fólk er svo duglegt að vera bara, ég náðu einhverjum áningu, ok, hvað er næsta? Og ég þori ekki að vera stolt að þessu, ég held að ég sé að groppa mig, eða ég á ekki að vera svona mikið að vera ánægð með þetta, af því að það er svo margt í framöndan. Það er líka að þú hugsaðar, sko, hvað er það fólkis hugsið því ég er að fagna ykkur, skilju. Það er bara fokkin öfundsjúkt, sko. Það er bara málið. Þannig að, og ég það fótbolti, no joke, finnst mér fótbolti í hópíþróttum, skilju. Það er bara svona lífið, sko. Þú veist, ég held að það hefur mótað mig massa mikið, bara. Í öllu sem ég gerir. Þú veist, bara, við getum alltaf, þú getur alltaf fundið eitthvað og hugsa, já, ok, þetta er svona í hópíþróttum, skilju. Og við erum alltaf í fótbolti eitthvað tilviki, sko. Að hérna, þú veist, þú ert bara, það er bara leik og þú vinnur hann, þú finnir í klefa og bara, þú veist, hversu mikið saknar þess, skilju, það fara inn í klefa og bara öskra og bara, þú veist, Jón Jónsson eitthvað með eitthvað grín og, þú veist, en samskapið þá er líka alveg fyndið, þú veist, að þú ert bara á æfingu, skilju, og það er bara, maður er með mörgum sem að tapa á æfingu og það er bara, þú veist, það er bara, tekið ruslun og bara, Það er bara brotið hana? Þú veist, pælið að vera henni í fyrirtæka, þú veist, bara, rekstur bara, þú bara næri ekki einhvern díl og bara, ég myndi mæta fram og henda ruslunni bara í gólfið, skilur. Þú veist, en á móti er það þannig samt, sko, að, þú veist, þú kannski nærið einhverjum góðum, þú veist, samningi eitthvað svona, þú veist, þá tekið bara eitthvað fram, þú veist, bakkelsi eða, þú veist, bjóri eitthvað, skilur. Og ég held að það er svo mikið, þú ert svo fljótur að fara í gamla farið, skilur. Og þú, sem að setur rosalega í mér, sem að, hérna, þú sagði einu sinni, er bara, þú veist, að þú veist, þú var íslenski fótbolta en síðan var bara, þú veist, búið, skilur. Þú veist, en það var gaman þú fagnaðir í, skilur. En, þú veist, þú ert alltaf að fagna því. Þannig ég held að, þú veist, ég held að ég sérstaklega við kannski í lífinu og því að íþróttir eru alveg mynd á hreinu, sko. Já. Upp á 10, sko. Þú bara, þú veist, þú vinnur eitthvað, sko. Þú bara leikinn, þá bara haft gaman, skilur. Vinnur titilinn, það er bara, þú veist, ég man í FH, þú veist, það var bara fyrst og annar í meistara, sko, skilur. Þú veist, bara þvílík stemming, sko. Algjörlega. Þú veist, logo og allt svona, sko. Mér finnst líka bara, veist, íþróttir gefa mann sem ekki vettvangi að upplifa alla tilfinningar svo sterkt og í einhvern veginn hef maður orðið bældari eftir maður, bældari, bara ekki sveiflukendur og þegar maður var í íþróttum. Já, algjörlega, þú vilt bara, þú veist, það er ekkert skemmtilega að fá tilfinningar að maður bara keppa, skilur. Já. Og bara tapa og rífast að hinni. Control the controllables. Þetta er, þú ert búin að hamla þessu undanfarin ár. Þetta er þín. Það er bara, í sinni skýrustu mynd er það að við búum í Íslandi og það er fólk bara orðið pirrað í skapinu, sko, á mánudegi og því að veðurspáin á föstudegi er lélegt. Skilur hvað meina? Og bara þú pirraður því, skilur. Þú er bara enga stjórn á því, skilur. Bara nákvæmlega enga. Og þú bara mætir í vinnu á mánudegi, skilur, og svona bara, já, hvað er hvernig það? Bara, fucking, ég er bara að fara fjölskyldan helgina og það er bara vont viður á föstudaginn. Nei, þetta er veðurspá. Þetta er ekki veður, skilur. Þú veist, þannig að það er svona, þú veist, þú verður bara að setja líðið upp þannig, helst, skilur, að þú veist, þú verður að kontróla því sem þú getur kontrólað við, skilur, eða stjórna því sem þú getur stjórnað. Þú veist, hérna, ég ætla að mæta ferskurinn í morgun, skilur, hvað gerir ég? Þú veist, tók hans í lóðinn og fór í gufu og mæti ferskurinn, skilur.
þú veist, þar ég hef stjórn á því, sko. Þú veist, þannig ég held að það sé að mikilvægast og það bara í öllu það er sama með, þú veist, það kemur fullt upp á í fyrirtækinu, skilur, eitthvað svona eitthvað, þú veist, þjálfari með eitthvað leiðindi við eitthvað úti eitthvað, skilur, þá hef ég stjórn sem ég hef er að tala við þjálfarann og hjálpa leikmannum, skilur, en ég get ekki komið í veg fyrir að svona hluti gerast þú veist, þannig ég held að það sé ótrúlega mikið, þú veist, þetta er ekki bara svona upp á þú veist, ég spá svo mikið í orkustíðinni, sko, þú veist, þú hefur bara ákveð orkustíg og þú verður einhvern veginn að stjórna því, sko, og ef þú ert bara alltaf pirraður yfir ykkur sem þú stjórnar ekki, þá bara, þú er alveg pirraður, þá er orkustíð ekki af gott, sko. Jú, þú getur þetta í íþróttum en áttur, sko, þegar ég var að keppa mótinu sinni og ég var alltaf að keyra í skrókina, það var alltaf pirraður, þá fyrst alveg orkuð það, sko. Já, í þriðja skipti. Já. En síðan eins og með veðrið er bara frábært dæmi. Já, þetta er svona, sko, fólk sem er að reyna að stjórna sem ekki stjórna, það lætur, sko, veðrið fara í töðunar sér og lætur en fólk sem hefur stjórn á sem hefur stjórn á að það tekur veðrið með sig hvert sem það fer, sko. Já, þú bara vaknar og veðrið er bara eða þú vaknar á föstudeinum. Já. Og bara veðrið er svona, en ég ætla samt ekki að eða bara skoðar þá bara þegar ég ætla að fara bara það tanga í staðan hanga, sko. Af því við erum ofta að reyna að stjórna einhverju að vita eitthvað sem við getum ekki haft stjórn á og þá þurfum við bara aðeins að bara hefur letting go, sko. Eins og með bara fyrirtækjastur, það er meintalega mikið að óvissustigum þar, skilur, og með lífi líka bara sjálft. Já, ég meina, við vorum með, sko, ferðaskrifstofu þegar COVID kom, skilur. Og það var bara þannig að, skilur, vorum fórum í Start of Tourism svona, sem svona viðskiptahraðall og til að byggja upp konceptið og gekk 2019 kom fyrsti hópurinn og gekk þetta vel og 2020 bara taka þetta með stæl og bara og það var komið 200 manns til Íslands og skilur, síðan bara erum við bara í Bandaríkjunum fjölskyldan í janúar og þá bara COVID í Bandaríkjunum, hvað er í gangi? Síðan bara kemur allan heiminn, skilur við hefum getað panikað bara ferðarskiptunum aldrei gangu upp þú færi bara eitthvað þunglindi sem hefði þá haft áhrif á hinn reksturinn okkar sem er Solventation, skilur eða bara, heyrðu, þetta er COVID við getum bara ekki gert neitt í þessu, skilur við þurfum bara að vinna með hópunum úti finna eitthvað laust, skilur þegar þú getur farið í eitthvað skap og verið brjálaður og bara, við erum frá hausinn og þú voru að missa húsið eitthvað svona, skilur það þýðir ekki, skilur þú voru að vinna úr aðstæðan þú getur bara haft stjórn á að þetta er svolítið hugsi í lausnum frekari vandamálum og þú getur bara stjórn að halda áfram að vera dugleg og tengjast fólki og finna lausni sem mun hjálpa ykkur að eiga við það sem hafi ekki einfallega stjórn á, sko. Nefnt, sko, og þannig oft, Jóna er ekkert aftur ánægð þegar ég segi eitthvað svona, sko, því ég hef, sko, mitt motto er sem að ég vil ekki hafa ágjör af hlutunum áður en ég gerast, en þegar ég koma þá bara díla við það, já, þú hefur það bara sjálfsöryggi að þegar einhverjir krefandi hlutur koma, þá bara getur þú tekist á. Já, reynir ég að gera, skilur, oft er erfitt, skilur, maður er ekkert bara hvaða vandamál sem er bara ekkert mál, skilur, en það bara eins og ég segi við teimið okkar, skilur, segjum við erum vinnu bara, segjum bara eins og við okkar vinna er bara, við tökum út inn leikmönnum og erum hjálpað þeim að byggja upp allt saman og erum hjálpað þeim að fara á sitt level í skóla í Bandaríkjunum, skilur, bæði fyrir fótbolta eða öðrum íþróttum og námi. Ef þetta væri þannig, vinnan, að við myndum væri í vinnuna og við bara fengum viðstæðin sem var inn og við varum bara, þú fer í Stanford, þú fer í Duke, þú fer í Harvard, við verðum ekki að hafa neitt fyrir því, skilur hversu leiðilegt þegar mæti vinnuna, skilur Já, það var hundlega þú vilt fá þessi vandamál, skilur, líka, skilur þú vilt lendi ef þú lendir ekki í einhverjum erfiðleikum, skilur þú veist, þá bara þú veist, og auðvitað hefur maður ég held að þetta líka, sko hvað maður segja, ég held að lífið móta þig svolítið það sem gerir, skilur og meina, þú veist, bara eins og með mig og Jóni, skilur við erum búin saman síðan 2006, sko þú veist, það er 2002 núna og við reyndum eigin spann í mörg ár, skilur og það er svona dæmi þú veist, dæmi bara það sem að þú hefur ekki stjórn á hlutunum, skilur þú verður bara að halda áfram, þú veist menn það tók 5 ár, sko og bara, þú veist, og vissi enginn af hverju, síðan allt í einu gerist það þá svona, wow, skilur þú veist, en við hefum getað dottið í þunglindi eftir 5. skipti, skilur að reyna einhverju meðferð og bla bla bla, sko, þú veist síðan bara halda jákvæðin áfram og þetta var drullið erfitt og ég held að lífið, það sem að gerist áður mótaði svolítið, skilur og það er heldur ekkert gaman að mæta henni bara, ég helst að koma að tóta skemmtilega, hann sagði svona ef þú lendur aldrei í einhver mótlæti, skilur, það er heldur ekkert gaman, sko þú veist, þú ert bara alltaf kóngurinn og síðan bara, því lengra sem líður og þú lendir í mótlæti því meira fucked up verður þú þegar þú lendir í mótlæti, sko þú vilt ekki lendi því 25 ára, sko Nei.
skilur, þú lendi frekar yngri, sko, þú veist. En ég held að það er svo þurftum maður kannski mest að vera bara smá svona, bara, heyrðu, við erum bara hérna að reyna þetta, þú veist, óútskipt vandamál hjá okkur báðum, skilur við sem ekkert, skilur við, en þá bara, hvað gerum við? Heyrðu, ok, við reynum hérna heima, þú veist, ok, gengur ekki, þá, þú veist, og Jóna er náttúrulega bara ótrúlega kona í litunni, sko, hún er bara eins og læknir, sko, hún er svo klár, sko, þú veist, ég er náttúrulega, við sátum oft með einhvern læknum og ég horfði bara hvað er að tala um, skilju, og hún bara, það er það manneski sem var fóð djúpt í það, það er að fara vera heima grátandi og segja bara að þetta gengur ekki upp, fá bara að leita á lausnum, skilju, sem endar því að við förum til Grikklands og einhverja, þú veist, þar og one way ticket og Jóna fyrir einhverja aðgerð þar, skilju, og eitthvað svona dót, skilju, það er bara þegar þú með controllable, skilju, reyndu að koma það er eitthvað vandamál og þú verður að leysa það, skilur, sem endar á því að það listi, sko, og Andrés Aron fæddist fyrir 2 árum, skilur, þú veist, og annar bat komið, Andrea, þannig að, og það er allmest bara, það gerist bara náttúrulega, skilur, þú veist, ótrúlegt, þannig að þú mátt ekki hætta að, í rauninni að hafa trú á hlutunum, því að það er svo auðvelt, skilur, og minna það er bara staðrind að Jóna er að fá fullt af skilabóðum og er frábæri því að koma því að framfæra, að hjálpa, hérna, því að yfirleitt er þetta áhört, sko, það er yfirleitt, sko, konurnar sem eru svona að tala um þetta, skilur, það er áhört ef við spári í, því að auðvitað og þú veist, konan er það svo sem lendir í öllu þessu, skilju, í þessu ferli, sko, það bara sprauta sig og þú veist, virðingin á Jónu í þessu og allar konur sem lendir í þessu, skilju, bara eins og við fórum nú að væfa sleep hérna saman, þá erum við að tala um hormónakerfi hjá konum og köllum, skilju, já, þú veist, þannig að bara virðing á konur sem lendir í þessu, skilju, en síðan, þú veist, það maður sjálfur líka svo kall svona, þú veist, að stiðja konuna og það er svo auðvelt að vera detta bara í eitthvað svona, bara ekki stiðjan í þessu eða bara hætta, eða, skilju, þú veist, þú verður bara en ef þú tileinkaði þetta hugafar þá, þú veist, þetta er bara svona, þá ertu bara, ok, það kemur vandamál og það er bara að leysa, skilur, ekki fara inn í skilina og bara byrja bara, þú veist, sem bara byrja dett í það, skilur, bara flýja vandan, skilur, en ég held að það er bara rosa mikilvægt, sko. Já, algjörlega, ég get staðfest það að þú lifir eftir þessu kvóti. Svolítið minn. Æja. Ímyndaður var ekki að dæma og gæti sagt frá einni skoðan sem gæti verið túlkuð sem óvinsalega öðrum. Hver er svo óvinsalega skoðan? Já. Bara cancela mig í beinni, núna. Já, í rauninni. Já, nei, sko, það er, menn, veist það, ég nú hlusta mörg podcast sem þú gefur út, sko. Gefa viewið, sko. Já, ég er alltaf múin að senda nefnir ekki að hlusta á þáttinn eftir. Oft, náttúrulega, er ég bara með ekki erónum, skilur, en þú færið viewið. Já, og þú veist alltaf að spila á YouTube heima á það líka. Nei, sko, þú veist, það fyrir því hvað er óvinnslega skoðun, sko, en, þú veist, mér finnst, þú veist, og þetta er ekki eitthvað störðlu, en mér finnst bara fáránlegt þegar maður hittir eitthvað fólk, skilur, og það er bara í fílu, Nei, þú veist, mér finnst það fáránlegt. Þú veist, ég bara, þú veist, skilur, og nú tökum við út fyrir svega því fólk getur dílað við þunglit og allt svona, ég veit það, skilur, en þú veist, þú er bara einhvers staðar, skilur, og það er bara, þú veist, bara, við vorum bara félaginn daginn, bara hafa góðan dag, fórum bara á veitingastæði, vorum að hjóla, það bara tekur mót ykkur þjónustúlka og bara, eins og hérna, Jón Jónsson sagði nú við hérna, stelpuna sem yfirgaf partíið, ég vildi ekki bara hrækja andlitið á mér, þá hittar maður stundum fólk sem maður væri til að spyrja bara, viltu ekki bara hrækja andlitið á mér? Þú ert bara, og það er oft talað um Bandaríkjamenn, sko, bara eitthvað svona, það er svo hressir en síðan hataði kannski ekki stóra heima á sér. Ég vil bara að ég hitt eitthvað, skilur, og gefðum bara hressleika og svona, og síðan máttu vera heimtíðin og vera í fílu, allt er góð, sko. En bara, þetta er svona vandamál á mér, sko, að, þú veist, og ég er svo rosalega heppinn að Jóna er mjög sjaldan í fílu, sko, þú veist, en ef það er eitthvað svona, ég er rosalega ógeðslega lélegur í kringum fólk sem er í fílu, sko. Ég veit bara svona, hvað, þú veist, byrja bara að tala hvað er því, eitthvað pirraður, þú veist, skilur, og þú veist, ég á bara svo erfitt með, þú veist, þegar fólk, þú veist, og fólk er svona up and down, skilur, og þú veist, ég skilar þetta með tilfinningar, en þú veist, sérstaklega, ef þú ert eitthvað að koma saman sem á að vera gaman eða eitthvað, skilur, þú veist, pour the champagne, sko, að vera bara í fílu, skilur, þú veist, bara vertu það bara heima á þér, eða skilur, þú veist, ekki komið þess að fílu inn í herbyggið, sko. Já, frestaði fílunni, það er bara, þú veist, já, ég hef ónæmi fyrir fólki sem er í fílu og sem er svona, já, veist, óþarlega neikvænt. Ég veit alveg stundu hægt að kvart í einhverjum, en ekki samt með einhverju fólki í gleðskap, eða viðvarandi, skilur. Men það er komin umræði sem við erum, skilur, að þú ert að krefja málinn og, skilur, en þú veist, já, ég er sammála, ég verð ekki hrifinn af þessu, sko. Nei, þetta er bara, þú veist, hugsaðu, þú vaknar bara og ert bara, þú veist, og síðan getur alltaf komið fyrir, ég segi það, sko, en bara einhvern veginn ælir á mann, sko, þú veist, en
þá var gott að geta spurt leiknum bara, viltu ekki bara hrækja andla? Hrækja andla á mér. Já, það getur verið sniðugt. Já. Síðasta spurningin. Ef mættir einungis koma einu skilaboð og framfara út lífið til annar einstaklinga, hver var skilaboðin? Það er að hrækja ekki andlita fólki, sko. Hrækja ekki? Nei, sko, ég myndi segja, sko, einu skilaboðin. Þú veist, þetta er svona skemmtileg spurning, sko, að maður svona kemur með einhverja góða klísi, sko. Og þetta er þá helst ungt fólk sem er bara allra. Já. Sko, það er bara einmitt, þú veist, að vakna á daginn, skilurðu, og ekki pyrraði á veðurspáni, skilurðu. Þú veist, það er bara kontrollul, sko, bara tilvöndin, sko. Ég lifi það er bara, ég væri til allir myndu, skilurðu, bara reyna að tilengja það höfur, sko. En þú ert líka, sko, kannski ekki óeðlilega, þú er bara mjög jákvæð maður. Já, algjörlega, þú veist, ég er bara svona, og það er bara svona að jákvæðin sé, skilur, þú veist, en ég er hins vegar, eins og þú veist sjálfur, manna best, sko, ég held að enginn gagnir því að mig og ég, sko, skilur. Já. Þú veist, og því að þú vilt ekki heldur vera bara gaurinn, sko, þú veist. Þetta er ekki jámaður, sko. Nei, þú veist, og ég peppa mitt fólk, skilur, og svona, en þú veist, og ofnverlega, þú veist, á svona miðlum og svona reynum bara, myndi ekki aldrei að fara í eitthvað drullegu, sko, ég ætla ekki að segja andlið á hann, skilur, bara, eins og ég oft sagt þig bara, djúvill eftir leðilegu, skilur, þú veist, skilur, eitthvað minna, skilur, þú veist, bara svona í einhvern aðstæðum, Já. þú veist, og svolítið það, sko, þú veist, að, já, kontroll, og líka svona, kannski, að vera ekki meðvirk gagnvart þeim sem eru í kringum þig, skilur. Já, segja sannleikann, þú þarft að segja sannleikann, og tilur að fyrir ranga átt eða að gera eitthvað vitlaust líka. Já, einmitt. Þú veist, það er svona, já, bara svona reyna að vera, þú veist, og þú veist, þetta er ekkert eitt, skilur, sem svolítið bara vera, bara ferskur, sko, skilur. Þú veist, það er bara út af, þú veist, því að, þú veist, þú ert bara, við erum vel bara hérna, skilur, og síðan bara förum við eitthvað, sko, þú veist, er ekki þá bara mikilvægt að hafa gaman með þú ert hérna, sko. Jú. Og þú veist, þetta komið erfið tíma, því að, eins og ég sagði á hana, það er aldrei, það er ekkert gaman nema að koma eitthvað erfitt, sko, skilur. Já, nákvæmlega. Þú veist, enn og aftur bara, eins og lífið er bara fyrir mér smá eins og hobbyíþrótt, sko, þú veist, þú bara ert bara, þú veist, bara alveg 1-0 yfir, skilju, hófaldunum, og síðan bara, þú veist, og þú ert bara að gefa alveg búin á því, skilju, bara þú á móti Svíum í undan eins, hvernig varst það áttur? Og síðan bara fagnar því, skilju, eftir það, þú veist, og þá, þú veist, þannig, já, en fyrst og fremst, þú veist, er það svolítið bara, hérna, já, bara kontrollbús og hafa svolítið gaman að því líka, skilju, þú veist, því að þetta, fyrir mér vinnur smá saman, skilju, Já, algjörlega. þú veist, þú getur ákveðið að vera ógeðslega pirraður út einhverju, skilur, sem að þú hefur enga stjórn á. Þannig að já, ég myndi segja að það var já, það er svona lífið sem að ég vil lifa, þú veist, en síðan náttúrulega getur fólk ákveðið að lifa eins og vill, sko, en ég held að ef þú ert feskur og smitar svona jákvæðinni, skilur, það er sem maður vill gera líka. Þú vilt koma í herbyggið og svolítið, þegar þú kemur inn þá er skemmtilega en þú varst ekki, sko. Þú vilt ekki koma inn og þessi gaur er eitthvað búin að downgrada stemminguna, sko. Já, algjörlega. Þannig að, já, ég held að það sé mikilvægt. Svíli minn, eru ekki búin að kóra bara þokkalega? Jú, ég held það. Búið að vera gaman og hérna bara þakka þér fyrir að þú hefur haft klálega rosalega mikil áhrif á mig og mitt líf, sko. Saman hvort það er að hvetja mann áfram með að kenna manni á alls konar hluti og eins og kreditkort. Eins og kreditkort, ég var náttúrulega lélegur í fjármálum fyrir einhverjum árum, en er aldrei komið til. En ég hef lært allt fjármál og eitthvað svona gegnum því og Jónu, sko. Og þið voru svona svolítið, já, maður er alltaf að leita til ykkar, sko, þegar maður er að velta einhverju fyrir sér og alltaf fengi góð svör og góð hlustun og eins og segi, bent mér á mann eitthvað sem maður sá ekki og bent mann á okkur þegar maður er fyrir ranga átt, þannig að þú veist, ég var að hugsa um þetta áðan þegar ég varst að tala og ég var bara svona hálf klökkur, en ég ætlaði bara að þakka þér fyrir að fyrir áhrifin sem þú hefur haft á mig og veit að þú hefur haft góð áhrif á aðra og búið að vera ánægilegt að ferðast með þér í öll þessi ár og mér hlakka til að vera partur af þínu lífi og fylgjast með ykkar vegferð áfram. Takk fyrir að gefa þér tíma og takk fyrir að vera þessi einstaklingur sem þú ert og já, bara hlakka til að verja lífinu með þér. Já, takk fyrir, maður verður bara klokkur en bara sömuleiðis, eins og segið, þú ert kennt mér mjög mikið, sko, og ég held að við séum bara svona eins tjóðlega ólíkir hver öðrum en á móti held ég að við höfum góð áhrif á hvern annan, sko, og ég held að það sé alltaf best, sko, að þú veist, að maður verður að læra af, eins og sagði ráðan, með bækur eitthvað svoleiðis, skilur,
maður læri langmest af náunganum og meina, ég held hversu geggjað er að þú getur fengið fólk á að spjalla við það skilur því að þú veist, það er bara lykilatriði að læra öðrum og bara þakka þér og bara gangið vel að sigra Bandaríkin. Mér finnst það svo Takk Einar. ótrúlega